Já, ágætu áhorfendur og áheyrendur, til mín eru koni góð gestir. Steingrímur Steinarsdóttir sem ritstjóri Lifðu-núna.is og varst lengi á Vikunni. Passar. Já, og Guðmundur Þórnar Ragnarsson, vélstjóri, vélfræðingur og sem náttúrulega þú hefur Guðmundur settið í stjórn lífeyrissjóðs eða SAST í mörg ár. Sko, tilefni kannski fyrst og síðast þetta að ég hef verið að segja frá því að ég var eins að spila golf með manni og sem segir, svona, hann var eldri ég þá, sko, já, en hann segir, aldrei datt mér í hug að ég myndi enda sem fátækt gamalmenni, maður sem var búin að vinna allar sína tíð og svo vaknar hann upp við það þegar hann hættur að vinna að þetta bara dugar honum ekki. Þekkir þetta, komið þú? Já, það þetta, sko ég núna, eftir ég hætti að vinna eða fór reyndar á stað með það fyrir 4 ára síðan að búa til svona verkefni eða fyrirlestra svona þessi starfslók og hvað verður staða með við starfslók. Og ég verð að viðurkenna það, þó ég hafi nú verið þarna í verkalýðsbaráttunni í 15-20 ár og í stjórn lífeyrissjóðs 10 ára, þá hafði ég raun og veru kannski aldrei farið svona djúpt í þetta að skoða bara hver verður staðan. Já. Og vissulega það þannig að núna kannski fyrsta kynslóðin, það ég að vera 67 ára næsta mánuði, sem að koma inn á full verðtryggðan lífeyrissjóð, það sem við höfum borgað inn lífeyrissjóður allar tíð sem ég byrjaði á vinnumarkaðan 1980 og 81, að það ég að fá verðið tilbaka, það að raunvirði. Hins vegar fólki sem búið að vera að koma og að koma margir hverjir sem að eru kannski ekkert með rosalega mikið lífeyrir og síðan náttúrulega bara ákveðin takmörk, þú færð bara ákveðið upp á 760.000 frá Tryggingastofnun, þannig að fólk svona, ef þú ert ekki með góðan lífeyri og annað og ert kannski í skuldum eða jafnvel á leigumarkaði, þá þetta ekki glæfsilegt, ég alveg sammála. En sko, nú var ég búin að vera í þessari ráðgjöf og með þessa fyrirlestra núna í 2 ár og það engin formúla fyrir þessu og dæmin eins mörg og þau eru, sko, skilur, það engin eins og staða sumra bara ágætt, skilur, annara bara mjög bagaleg, en það sem ég hef verið svona presentera sem aðalmáli kannski þegar fólk að nálgast þennan aldur að fara tímalega, 62 ára síðasta lagi, að fara og skoða þetta, hver staða mín að því að hvort sem þú ert illa staddur eða vel staddur eða hvernig sem það, þá verður að helst alltaf að fara í að gera kannski einhverjar ráðstafanir og ég hef kallað þetta svolítið að fara bara að byrja á því að vita hvað þú átt í lífeyrissjóð, hvað fara á Tryggingastofnun, einhverja eignir eða annað, þannig að það sem að þú gerir, þú ferð að búa til handritið þitt, þegar þú komið með allt saman inn í handritið, þá getur þú farið að gerast einhver leikstjóri í því hvernig þú hugsanlega getur eitt þessum síðustu æviárum. Það svona mín svona hugsun, sko. Já, en þetta svona að sko ná þessum aldri sem allir vilja og einu sinni hérna var ég að tala við öldrunarlækni og ég segi svona bara í bríi ekki hérna verkefni eldast. Jú, og þá sagði hann það eru 3 þættir sem skipta mestu máli. Það heilsan, það fjármálin og svo félagsmálin þau skipta mestu máli. Það það að halda sambandi við þau sem yngri eru, að einangrast ekki vegna þess að vera ég hef nú lent í öðru eins eða vera með þessa dellu, heldur bara að hlusta á unga fólkið og taka þátt í þeirra upplifun. Þetta sagði hann, en þegar ég les vefinn þitt, þá hann þau fjörlegur. Já, sko, við náttúrulega í raun og veru höfum þá stefnu að við erum svona að sýna hvað þessi ár geti verið góð. Já. Þannig að við leitum auðvitað upp í fólk sem hefur góðar sögur að segja. Já. En þetta alveg rétt sem Guðmundur segir að staða fólks ákaflega misjöfn og þessi hópur kannski miklu fjölbreyttari heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir
og það eru alls ekkert allir sem að eingöngu þurfa að treysta á lífeyri, hvort sem það eru úr lífeyrissjóði eða frá Tryggingastofnun, og þess vegna hef ég til dæmis svollar áhyggjur af því að núna þá verið að tala að það þurfa að framlengja þetta ákvæði að fólk geti greitt niður húsnæðislánin sín með séreignarsparnaði. Við gerðum þetta, við erum fyrsta kynslóðin, minn aldur og þinn, sem að fær að greiða niður lánin sín á þennan hátt, og það auðvitað mjög gott, og það rosalega mikilvægt að eiga húsnæði þegar maður kemur á þennan aldur, því að það svo mikið öryggi falið í því. En það kemur þá á móti að við eigum minna til að dekka þessi ár. Og ég að tala við fólk sem sumt hvert komið á tíræðisaldur og það ennþá í fullu fjöri, hefur gaman að því að ferðast, hefur gaman að því að vera úti og jafnvel að skrifa, þýða bækur eða gera eitthvað, og þú þarft fjármagn til þess að geta gert allt þetta. Og það náttúrulega ákaflega erfitt og í raun og veru ómöguleg staða að standa uppi orðin gömul manneskja, jafnvel ekki vinnufær, þó að þú sért kannski ekki heilsulaus, en þrekið bara einfallega ekki mjög mikið alltaf, og eiga ekkert upp á að hlaupa og kannski ekki einu sinni öruggt húsnæði og þurfa að vera að borga húsaleigu. Og það sem verst að það eru konur sem að lang oftast lenda í þessari fátækragildru vegna þess að okkar lífeyrir alltaf lægri, bæði vegna þess að við erum á lægri launum og líka vegna þess að mjög algengt að konur hafi, og sérstaklega konur á mínum aldri, tekið einhvers konar hlé vegna barneigna. Og jafnvel fóru setna út á vinnumarkaðinn, það var bara þannig. Akkurat. Og ég að sjá þetta mjög mikið í ráðgjöfunni hjá mér, að það eitthvað þessar konur, að því þessi ár náttúrulega alveg rosalega dýrmætt þegar þú ert ungur, og sérstaklega núna, eða þegar eftir að lífeyrissjóðirnir sem var breytt þarna 2006 að verða aldurstengdir, að það bara lítið dæmi að 10.000 krónur sem þú leggur inn í aldurstengda lífeyrissjóð í dag, 10.000 krónur að gefa 2.800 krónur. Á móti því þegar þú erum 60 þá færst að fá 700 krónur. Þannig að þessi ár eru rosalega dýrmætt að borga þá inn í lífeyrissjóð. En ég alveg sammála henni í þessu varðandi þessa séreign. Ég hef alltaf verið rosalega mótið þessu, að því að ég hef horft á þetta þannig að þetta svona bara plástur sem stjórnvöld grípa að láta almenning vera að borga með sparnaði sínum niður íbúðalánin í staðan fyrir að taka á vandamálinu, og það rifjast upp fyrir mér í viðtali sem þú tókst við mig einhvern tímann 2018 og þá sagði ég við þig það sem ég sagði við Katrínu Jakobsdóttur þá 2018 var allt í volli. En að í raun og veru þessi séreignarsparnaður sem fólk að borga inn á lánin, það eru þeir sem í lóðabraskinu hjá Reykjavík sem að heyrða þessa pening og enn að sparna því að ég man alltaf eftir því að þú tókst þetta viðtal með, þá sagði ég að sem sagt að ef að dóttir mín var að kaupa íbúð 3 herbergja þá á 40 milljónir og ég ætlaði að láta hann að hafa 10 milljónir, þá færu þessar 10 milljónir að kaupa bílastæði bílakjallara undir 500.000 krónur drustunennar. Þannig að við erum að horfa núna á, og ég bara nefndi þetta dæmi við erum komin í pólitík, að með lóðaverðinu og svona bílakjallaranum, þá erum við að horfa á byggingar sem verið að byrja á, og það eru konar 35-40 milljónir á þessar byggingar áður en skóflustungan tekin. Og svo verið að telja öllum trúum það að sé verið að byggja ódýrar íbúðir fyrir ungt fólk og annað þetta. Og það þarna sem séreignarsparnaðurinn að fara. Í staðinn fyrir eins og hún að segja, og ég að sjá það betur og betur í mínu ráðgjöf, Guð minn almáttugur, hvað verðmæti fyrir þá sem eiga þetta. Að hjálpa til. En það svona, komum samt alltaf að því að þetta fjölbreyttur hópur, sumir hafa það bara mjög fínt. En svo það bara fyrir samfélagi eins og okkar að það líðist að það sé fátækt fólk sem búið að vinna með áratugi og svo að loknu starfstíma þá bara fátækt sem tekur við. Ég vel verið áður líka því að lægstu laun eru lág.
Sko það náttúrulega svo og hefur ansi lengi verið hérna þannig að ef þú ert fátækur þá það bara ákveðin gildra. Það mjög erfitt fyrir mjög marga að komast út úr slíku og nánast ómögulegt í sumum tilvikum og sérstaklega ef að konur að baksa einar og á lágum launum með litla menntun og jafnvel fastar á leigumarkaði og þess vegna finnst mér svo gríðarleg synd að verkamannabústaðakerfið hafi verið tekið af vegna þess að það var alveg ofboðslega vel uppbyggt og hjálpaði alveg ótrúlega mörgum og ég myndi vilja óska að við fengjum eitthvað svoleiðis kerfi en það hefur bara líka alltaf verið rosalega erfitt að eignast húsnæði á Íslandi en okkur hefur ekki verið gefin neinn annar valkostur til þess að byggja okkur heimili en að kaupa vegna þess að leigumarkaðurinn hérna hann bara þannig að það engum vænlegur kostur að vera þar og þess vegna svona að mínu mati að þessi ár sem við erum að fara inn í eftirlaunaaárin þetta eiga að vera bestu ár ævinnar vegna þess að þú átt að hafa þetta tækifæri þarna til þess að leika þér þú færð loksins tíman sem þú hefðir þráð að hafa sem ungur maður og við öll til að ferðast og til að gera eitthvað og við erum bundin af börnum og uppbyggingu heimilis og við leggjum allt okkar í það og auðvitað sem ungt fólk þá hugsum við aldrei bráðum verði 67 ára og þetta kemur aftan á okkur öllum að við séum að verða gömul og þess vegna einmitt svo mikilvægt að vera búin að tryggja þetta öryggi að á meðan að þú heldur heilsu að þá hefur þetta tækifæri til þess einmitt að láta draumana rætast og vera til. En það, sko, heitur hún ekki Þórey S. Þórðardóttir sem hún sagði einhvern tímann við mig að sko lífeyrissjóðirnir búin að taka yfir meir en helming af greiðslu sko ellilífeyris að söku þess að út af þessum skerðingum. Já, það náttúrulega sko, auðvitað það þannig og ég var með að skrifa grein daginn þetta sko, svona, ég kallaði hana átökumölli kynslóða að við erum náttúrulega hérna í sko alltaf að ræða þetta og kannski má segja það svona til viðbótar áður en ég held áfram með það sem hún var að segja að ástæðan fyrir ég fór að búa þetta verkefni til fyrir 4 árum var einmitt þetta að maður var að hitta fyrir 20 árum einhverja kollega út í Skandinavíu eða Norður-Evrópu þar sem komin svona og þú veist svona einhver eftirlauna menning og maður var að hlusta fólk kannski 50 fara að tala það hvað það ætla að fara að gera sko þegar fara á eftirlaun þú veist við erum alltaf í sömu vertíðastemmingunni bara 67 ára maður, heyrðu, ég hef konar eftirlaun það enginn að hugsa sko alveg, en ég held kannski ástæði fyrir því að þetta bara töff að lifa á Íslandi og við erum alltaf að slökkna einhverja elda í að borga niður lán og annað í verðbólguskotum og vesinni, þannig að kannski ekki fólk bara hefur ekki andrými kannski til þess að fara nógu mikið að skoða þetta en sko en þetta svo náttúrulega það náttúrulega stjórnvöld náttúrulega alltaf að reyna að koma þessum dýrasta pakka fjárlagana niður og þá náttúrulega og svo lífeyrissjóðirnir að koma en þetta átti náttúrulega að byggjast á þessum 3 stoðum og það verður þannig að verður haldið áfram að reyna að létta á þessum pakka sko. En núna sjáum við það að sko það 17% vextir á yfirdráttarlánum og það margar fjölskyldur sem þurfa að leita þangað. Og 17% vöxtum í 5-6% velborgu. Þetta alveg brjálæði. Og þetta fólk á hættu jafnvel að missa heimili sín sem bara gerist í hruninu það bara ræður ekki við þetta og það fólk ef það orðið 50 þá nú lítið svigrúm til að laga til fyrir ellina. Já, vissulega, en svo þetta líka að sumu leyti spurningum viðhorf að eins og þú varst að tala að fólk þarf að hafa heilsuna,
það þarf að hafa fjármálin í lagi og það þarf að hafa tengslin. Og við erum að sjá það til dæmis að ég var skrifað inn á vefinn og hef skrifað töluvert einmannaleika. Hann að færast rosalega í vöxt í samfélaginu og það öfgarnir, það unga fólkið á milli sem sagt 10 ára og tvítugs og svona upp í 25 ára og svo eldra fólkið sem að langmest einmana og einmanaleikin hefur áhrif á heilsu. Hann dregur þig svo mikið niður að hann getur haft áhrif á hjarta- og æðasjúkdóma, hann getur kostað þig krabbamein og fleira. Þannig að með því einhvern veginn að viðhalda góðum heilbrigðum tengslum og kannski erum við allt of föst í því að allt þurfa að kosta peninga. Að við erum alltaf að leita eftir afþreyingu og gleðinni í einhverju sem kostar peninga. Af því að þú varst að tala að þú hefur verið á golfvellinum. Það ein af afþreyingunum og hún kostar peninga, hún mjög dýr. Heldur betur. En það bara svo margt fleira til að það hægt að fara hreinlega í göngur og gera ýmislegt sem að bara ekki kostar og það náttúrulega eins það til dæmis að við erum að sjá það núna og eitt af því sem að hefur verið gert til dæmis í Hollandi til þess að draga úr einmanaleika. Eldra fólk að fara út í búð og það að kaupa í matinn og það getur ekki einu sinni tala við neitt. Það enginn í búðinni til þess að hjálpa þér að finna ef þú finnur ekki grænubönirnar eða hangikjötið eins og skota, það enginn til þess að hjálpa þér að því og þú kemur hérna fram og það eru sjálfsafgreiðslukassar og það ekki einu sinni kona á kassanum sem þú getur boðið góðan daginn eða beðið hjálp ef að þú finnur ekki kreditkortið þitt eða eitthvað. Og þeir eru búin að koma upp í Hollandi til svona sérstökum spjallkössum í stórmörkuðum og þangað getur fólk farið með körfuna sína ef það vill fá spjall og þar getur líka fengið aðstoð. Og það ekki vélmenni sem sagt. Nei, nákvæmlega. Þannig að þú getur fengið aðstoð manneskjunar þá við bæði að finna vörurnar og þá kannski líka við að finna ódýrari kost. Ef að það ódýrari kostur að kaupa af þessari vöru og þetta finnst mér algjörlega ómetanlegt og eins það að til dæmis það búið að koma upp í sumum stórmörkuðum í Ástralíu og það var reyndar móðir fatlaðra stúlku sem átti frumkvæði að því að hún lét gera svona innkaupakörfur sem voru með stólum. Og þetta var vegna þess að hún þurfti að fara með mikið fatlaða dóttur sína í búðir og það var henni nánast ómögulegt að versla með hana í hjólastólnum líka. Þannig að geta sett hana í þennan stól og spennt hana en svo uppgötuðu þeir það að gamalt fólk nýtir sér þetta þannig að þegar það að labba stórmarkaðinn að leita að vörunum þá getur það bara einfaldlega stoppað og sest í smá stund. Og það svo margt svona sem við getum gert til að létta hvert öðru lífið og svona sýna að allir séu einhvers metnir og að við séum samfélag sem að viljum tengjast hvert öðru og styðja hvert annað og það finnst mér líka svo mikilvægt. Og auðvitað bara númer 1, 2 og 3 og það auðvitað bara sjálfsögð mannréttindi að við tryggjum öllum örugt og gott húsnæði og það auðvitað óþolandi að í þessu samfélagi okkar sé fólk sem að býr í húsnæði sem ekki eru mannabústaðir og mér alveg sama hvort að það eru erlendir verkamenn eða aldrað fólk og við verðum náttúrulega bara að byrja á því að tryggja það en svo getum við með svona smáum atriðum tryggt það að fólk geti haft það bara þokkalegt og einhverja ánægju stundi við daginn þó það eigi kannski ekki peninga fyrir stærstu nautasteikinni eða að æða út á golfvöll í tíma og ótíma. Já. En ég held að þú varst að tala þetta fólk sem hefur erfitt þá það nú þannig að auðvitað það þannig á tyllidögum þá hlustum við á pólitíkina að tala það að allir eiga áhyggjulaust ævikvöld og það óskum við öllum en síðan náttúrulega bara þannig og ég hef alltaf verið að velta þessu núna meira og meira fyrir mér að þessi hópur
segjum bara 65 plus, hvaða málsvara hefur hann fyrir sig til að reyna að sækja eitthvað eða verja eitthvað? Það raun og veru sko, ég meina verkalýðshreyfingin þegar hún hefur verið að gera kjarasamninga þá einhverjir félagsmálapakkar og allt það, allt miðast þetta við unga fólki eða eitthvað svoleiðis, gamla liðið verður eftir, þegar verið að skera niður ýmislegt og annað alltaf í fjárlögum og svona, það engin málsvari fyrir þetta hóp, hann hefur ekki ég var svona verið að hugsa að hann hefur enga aðstöð til að láta bara segja hingað ekki lengra, skilur hvað meina. Þannig að þessi hópur svolítið einangraður. Það vantar sterkari rödd þetta. Já, eða þá einhvern veginn að það sé þá allavega, ég veist, það allir að reyna að sækja þessa sjóði, hver sem það unga fólki í miðjum aldri eða hvað, þannig að þegar kemur að því að þetta bara eitthvað til skiptana og hvað þá eftir, að þá verður þessi hópur svolítið afgangsstærð. Það engin, eins og ég segi, þeir hafa ekki eitthvað svona öflugt, eins og ég sagði, ég meina, en ef að þessi hópur, sem orðið til dæmis þar yfir 40.000 manns sem komnir á eftirlaun hjá Tryggingastofnun, ef hann næði nú að sameinast svona eitthvað, þá gæti það verið bara hörku afl, sko. Pólitíkin að hlusta á hann, veist, þú skilur hvað ég meina. En þess vegna kannski má segja... Hann ólíkur reyndar, sko. Já, hann mjög ólíkur, en kannski dapurlega að þannig að hann alltaf svolítið afgangsstærð. Og það fauk nú í mig vetur, sko, ég meina, þó að þetta sé ekki miklu peningar, en þá þetta svona svolítið svona skilaboð, eins og þegar var að fara að rukka gamla fólki í sundlaugarnar, það var tekið af að vera frítt í Bláfjöllin, svo menn með eitthvað heilsu, átök og læti og lýðheilsu og vesin, en og þetta hópurinn sem væri sko mesta þörfina fyrir að hreyfa sig, að það var byrjað að rukka og þetta fólk upplifið sig kannski líka, ég búin að búa til þetta samfélagi að taka þátt í því, leggja mitt að mörkum, þetta þakklætið. Þegar ég að fara inn á mín eftirlauna ár og svo eins og við segjum, þar við getum haldið náttúrulega það, allar þessar skerðingar sem eru til staðar, að þetta fólk má ekki reyna að bjarga sér, að þá það bara skorið niður og svo má ekki gleyma því að ef það hefur nuldrað saman eitthvað í bankana þá kemur fjármagnstekjuskattur á sparnaðinn þegar þannig að hann yrðnar í bankanum, sko. Þannig að þessi hópur, hann getur bara ekki hönd. Nei, getur bara ekki verið. Nei, og borið fyrir sig, sko. Þannig að það verður kannski breytingar bara að stofna stjórnmálaflokk fyrir gamlingjana. Þau talan þetta með lögin að fyrir mörgum árum síðan þá tók ég viðtal við Þorvald Guðmundsson í Síld og fisk, hann hafði enn einu sinni orðið skattakóngur. Já. Og hann var alveg bara, já, fínt, sko, þegar allir að borga sem geta það, þetta bara fínt að ég borgi mikla skatta og svona. Svo segir hann að það eitt sem ég ætla ekki að gefa eftir. Og þá segir hvað það? Ég fæ frítt í sund. Ég var 70, ég fæ frítt í sund. Hann tókti það svo gaman að borga allar þessa skatta og fá svo frítt í sund. En það var samt prinsip, sko, eins og þú veist að segja, sko. Já, þetta svona ákveðið svona boðskapur og þannig að en eins og ég segi, það bara því miður og sorglegt kannski að horfa upp á þetta að þessi hópur svona, já, það verður bara, veist, að þú horfir á fjárlögin og annað og bara lyfjakostnaður og annað, veist, að þessi hópur svolítið, já, hann hefur enga málsvara almennlegan nema svona titildögum fyrir kosninga, sko, sem á ekki stæfikvöld. Já, eru sendt út fín bréfi alveg innihaldslaus, sko. En þetta nú samt, sko, vissulega mjög mikið rétt sem þú ert að segja, en þetta samt að breytast. Við auðvitað bæði náttúrulega flokkur fólksins bara beinlínis stofnaður til þess að berjast fyrir réttindum bæði eldra fólks og öryrkja, en það líka, við með landssamband eldri borgara, það eru landssambönd eldri borgara í flestum sko landsfjórðungum og víðar, þannig að þar þetta fólk að koma saman og þarna oft hægt að þrýsta á og koma ýmsu í gegn þó það hafi vissulega gengið hægt og það alveg rétt sem Guðmundur segir að hinga til hefur þessi hópur ekki haft neitt gríðarlega sterka rödd, en það líka að verða stöðugt meiri þörf fyrir þennan hóp, þannig að mér tel að á næstu árum muni hann einmitt fara að hafa meiri áhrif. Bæði náttúrulega það vegna þess að núna mjög
algengt að okkar kynslóð sé að styðja börnin sín til þess að kaupa sér húsnæði. Við erum líka mjög mikið að styðja börnin okkar með því að passa börnin þeirra vegna þess að það er einfallega ekki leikskólapláss. Og við erum að gera ungum konum og ungum mönnum það kleift að vera út á vinnumarkanum. Einmitt með því að passa börn og gera það ókeypis og það er líka gríðarlega algengt sem að mér finnst snerti mig mjög djúpt þegar ég komst að því að eldra fólk sé alls konar sjálfboðavinnu. Það er í sjálfboðavinnu á vegum Rauða krossins við ýmislegt, það er í sjálfboðavinnu í alls konar góðgerðarsamtökum og þetta er sá hópur sem oft heldur uppi svona góðu starfi. Já. Og ef að þetta er ekki vænlegt til að skapa þrýsting á samfélagið, ef að við myndum bara hreinlega fara í verkfall og neita að passa börnin, þá er ég vola hrædd að það myndi fljótt fara að sjá á atvinnulífinu. Það myndi hökta í hér og þar. Já. Krakkar, ætla ég að segja. Við erum alltaf krakkar. Já, við erum búin að fara í gegnum þetta. Kannski á þetta að hóa í ykkur síðar, en þetta er fín umræða og nauðsynleg. Steingerður og Guðmundur, takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Oddný Ævarsdóttir tekur við hjeflinu og gestur hennar er Haukur Arnþórsson, stjórnlagafræðingur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.